Söngleikurinn Mystery Boy eftir Smára Guðmundsson var valinn athyglisverðasta áhuga leiksýning leikársins 2017 til 2018 af Þjóðleikhúsinu. Sýningin hefur notið mikilla vinsælda í uppfærslu Leikfélags Keflavíkur en í umsögn dómnefndar verkið segir meðal annars að fantasíukennd nálgun höfundar við efnið sé til þess fallin að gera það aðgengilegt og skemmtilegt fyrir nútíma áhorfendur en söngleikurinn byggður á reynslu Smára af því að fara í áfengismeðferð. Við hittum Smára í Frumleikhúsinu og ræddum við hann verkið en 50. 24. maí verður Mystery Boy sýnt á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu. Smári, til hamingju með sýninguna. Já, takk fyrir það. Hvernig ertu ekki sáttur með viðtökurnar? Jú, ég mjög sáttur. Þetta búið að vera alveg frábæra viðtökur og líka bara rýnin frá stjórninni eða dómnefndinni frá Þjóðleikhúsinu, mér finnst hún alveg glæsileg og þetta bara mjög flott og góð viðurkenning finnst mér. Segðu mér aðeins frá Mystery Boy. Mystery Boy hann dálítið segur karakter. Hann fæddist fyrir 18 árum síðan inn í herbergi hjá mér þegar ég átti að fara að sýna. Ég var með einhverja tónleika og ég var svo kvíðinn að ég bjó til hennan karakter sem geti verið upp á sviði sem væri að geti sett með sólgleru, færi einhver fyndin föt og það myndi taka allan svona athyglinna eiginlega af því sem ég var að gera því ég gæti einhvern veginn dreift þessu þannig fæddist hann svona til að losna við kvíðan við að fara upp á sviði sko. Og síðan hefur hann fylgt mér í gegnum árin og alltaf þegar ég svona hef verið óákveðinn og kvíðinn þá hef ég oft leitað til hennan karakter sko, ekki bara þegar ég var upp á svið, bara þegar ég bara í venjulegu lífi sko. Mystery Boy núna í þér? Já, hann verður alltaf til sko og verður alltaf góður vinur minn sko. Og ég mun setja upp sólgleru og örugglega oftar í lífinu þegar ég þarf á því að halda sko. En það bara gott að geta gripið í eitthvað svona til að geta hjálpað sér og sem bara staðan fyrir að ég færi kannski í áfengi sko. Þannig náttúrulega þá get ég bara talað við Mystery Boy og hann náttúrulega búinn að fara með mér í gegnum margt. En hvers vegna Mystery Boy í þessari sýningu? Þessi sýning, þegar ég kom úr meðferðinni, þá var ég á því að ég þurfti að bara losa mig alveg við þennan karakter sem ég var búinn að búa til. Og ætlaði að búa til stóra tónleika sem hét Dauði Mystery Boy. Og byrjaði að skrifa þessa tónleika og svoleiðis og þegar ég fór svona inn í ferlið, þá sá ég að þessi Mystery Boy karakter mun alltaf vera í mér og það myndi ekki vera gott fyrir mig að losa mig alveg við hann, heldur að reyna að hjálpa honum. Þannig að verði bara svona fallegri ímynd af mér sko. Þannig að ég fór að breyta þessu í það að vera þessi tónleikara sem ég veist svona að kveðja Mystery Boy, heldur að fagna honum og hvernig hann hefur hjálpað mér og svoleiðis. Og eftir það þá einhvern veginn fóru skrifin að vera einhvern veginn miklu, bara fór að renna miklu betur og þá sá ég var með meira í höndunum heldur en bara einhverja tónleika og þá fór ég að hugsa mér hvort ég geti gert þetta að söngleik kannski og fór svona að hugsa það og síðan bara einhvern veginn þróaðist það fram í þennan söngleik sko. Karakterarnir, hvaðan koma þeir? Þeir koma úr mínu lífi og sumir eru aðeins kannski svona kryddaðir, flestir kannski, en ég sæki þá í fólk sem ég þekki. Það er það sem ég hef reynt að gera í þess þegar ég var að skrifa það sem ég þekki. Það oftast vísir á að maður sé að skrifa eitthvað tært og eitthvað sem mikið sannleikur í, að maður skrifi það sem maður þekkir sko. Þannig að ég fór að líta í kringum mig karaktera sem ég þekkti og sem ég fannst vera skemmtilegir og fór bara svona hugsa hvernig þeir eru og reyna að sjá lífið í þeirra sjónarmið og svoleiðis.
Og síðan náttúrulega þegar þeir voru svona að fæðast og þá fór ég í kryddskópinn að aðeins svona að setja dass af svona til að gera það aðeins líflegri og skemmtilegri og svona fóru líka að hugsa hvernig ég myndi bregðast við í ýmsum svona atburðum sko ef eitthvað gerist, hvernig ég myndi bregðast við, hvernig ég myndi vilja bregðast við og fór að skrifa það inn í líka sko, þótt að maður veist hafa mjög margt svona kannski ekki fáránlegt heldur svona fantasíulegt hvernig karakterinir eru og þannig að ég fór svona að setja það svona inn í þetta líka til að gera þetta svona gera svona ævintýralegri brag að þessu. Því þetta er söngleikur sko, það er náttúrulega svona mynda svona smá ævintýra heim í kringum þetta. Svo er nú líka kunnulegt andlit, Fríða-Dís systir leikur líka hlutverk. Það var ágætt að fá hana líka inn í þetta. Ég skrifaði þetta hlutverk með hana alveg í huga frá bara A til Ö sko. Og hún væri, því hún er búin að vera svona hálfgjörlega bjargvætturinn minn í þessari baráttu og hún er svona þráðurinn, ástin og þetta fallega í söngleiknum og hún skilaði þessi hlutverki alveg frábærlega sko. Hvað eru þið búin að sýna margar sýningar? Það eru komnar 10 sýningar og við höfum 2 viðbót hérna eftir, núna á föstudaginn og á sunnudaginn. Áður við förum í Þjóðleikhúsið 24. 24. maí. Nú er þið einmitt eins og þú sagðir að fara að sýna í Þjóðleikhúsinu. Fáðu þið ykkur tíma til að undirbúa ykkur þar? Já, við erum það heppin að við fáum held í 1 dag til að undirbúa okkur alveg og það er víst ekki alveg gefið af því það er alltaf svo mikið að gera hana í Þjóðleikhúsinu og mikið að sýningum en það er einhver smá dauðatími hana og það er svona hluti af því að við fáum að setja henni upp að við fáum alveg, held ég alveg 1 dag til að æfa okkur og stilla og svoleiðis. Verður það ekki svolítið gott að fá svolítið tilfinningu fyrir sviðinu líka? Já, það sé það alveg krúsulatrið sko, að geta farið hana og æft og kannski tekið eitt reynsli og fengið tilfinninguna og aðeins fengið að kynnast húsinu og svoleiðis sko, ég held að það sé mjög mikilvægt. Og hvað tekur við eftir Mystery Boy? Annars söngleikur kannski? Já, það er aldrei að vita sko. Það eru nokkur verkefni sem ég er að vinna í núna og ég get alveg trúið því að ég muni vinna eitthvað meira í kringum leikhúsið sko. Handrit eða bara leikari eða, nei, ég sé það. Blunda leikari í þér eða? Nei, það held ég ekki. Ég get ekki munað eina setningu sko. Þannig að mér finnst betra að skrifa orðin heldur en að segja það, held ég. Glæslegt, til hamingju með þennan frábæra árangur. Takk hérlega fyrir.